Já, hér sest hjá okkur Guðlaug Kristjánsdóttir, formaður BHM. Það nú reyndar að, og það nú eitt af því sem að svona eykur á óvissu í íslensku samfélagi, það eru að koma kjarasamningar og við höfum orðið vör við þess síðustu daga og meðal annars eru kjarasamningar lausir hjá ykkur og hafa reyndar verið lausir nokkuð tíma, það ekki? Jú, ég var nú að reikna þetta áðan, ég held svei mér þetta sé að vera 2 ár. Það eru 2 ár? Ég veist það svo ótrúlegt og ég þurfti að skrifa þetta upp. Já. Apríl 2009. Apríl 2009. Þú hefur svona, sko, það er spurning, það er eitt af því sem við talaðum á Íslandi alltaf, að það þurfa að efla menntun og svoleiðis en menntun verður náttúrulega ekki eld nema það að fólk sem er að mennta sig hafi í sæmilegt kaup og hafi til dæmis hvata til þess að beinlínis að vera á Íslandi en ekki fara eitthvað annað. Við erum að heyra til dæmis um lækna sem er að fara til útlanda og tæknifólk og svo fleira og fleira. Já, við höfum að þessu stórar áhyggjur og þegar þú segir að efla menntun, ég hef nú oft sjálf þá tilfinningu okkur Íslendingum hætti til að svona reykja okkur af ýmsu sem við höfum og eigum gott, hreint vatn og hreint loft og okkur finnst þetta bara verðið þarna og sama finnst mér gilda mannauð og menntun í landinu og menntunarstig og annað og þegar maður fer svona að kanna síðan sem sagt við þurfum ekkert að halda það þegar okkur fer fram að öðrum þjóðum fari ekki líka fram þannig að mér finnst við verða að ræða þessa auðlind okkar af sömu auðmýkt að henni þarf að viðhalda og hana þurfa að rækta. Þetta nú með þeim fáu sem við augum þegar við tökum af henni. Já, en þú hefur verið að velta fyrir þér annars vegar því að hvað menn eru tilbúinir að fjárfesta mikið í mannaflsfrekum framkvæmdum sem í rauninni skapa einhvers konar, við getum sagt að þeir skapi láglaunastörf. Já, það er spurning bara, ég upplifi svona ákveðin kontrast í umræðunni atvinnumál og það er annars vegar þetta að vinnumarkaðsumræða er mjög ég kannski kýs að kalla svona vinnumannalæg, hún er svona menn þurfa að vinna og sama tíma er verið að gera áætlanir eins og núna nýbirt sóknaráætlun 2020 þar sem að öll stefna er sett á verðmæt störf og sérþekkingu þá þekkingu sem að okkar land sérstaklega býður upp og jáfnvel hvað getur til að efla okkur og styrkja og svo er í raun og veru orð og athafnir, maður velti fyrir sér hvað er í gangi og fyrir hverju er verið að berjast, ég skal ekki draga úr því að það er mikilvægt að fjölga störfum og hafa mörg störf, en það hefur kannski verið svolítið langur þessi kafli sem maður myndi segja að væri skammtíma úrræði eftir atburði eins og hrunið, að fyrst byrjar að forða frekara slysi og bjarga því sem hrynur í upphafi, en stefnan er náttúrulega á langtíma á einhvers konar uppbyggingu. Og við erum einhvern veginn svolítið mikið föst þarna, okkur vantar fjöldastörf í þessum því sem kallað er mannafla frekt. Já, en þér finnst þetta að vera hvað, rangar áherslur? Mér finnst að það vilji gleymast að huga að auðlindinni sem felst í háskólamenntuðum sérlega á vinnumarkaði og nýsköpun og framþróun og öðru slíku á kostnað þess að við svolítið hjökkum í þessu fari. Það var nú margir, þetta hugtak Nýja Ísland sem ég tengi nú bara eiginlega meira við Kanada heldur en eitthvað annað. Hlutirnir eru mjög keimlíkir og menn fara eitthvað svona bara vegagerð og svo spyrja menn sig, er það mannafla frekt þegar aðeins gáði í dag á sama hátt og var það þegar síðast kom kreppa eða hvernig sem það nú var. Og það nú reyndar með mikið af þessum stórframkvæmdum að það hefur verið erlend vinnuafl sem hefur verið að vinna þar en ekki... Já. Og þá hegg ég líka eftir í umræðinni svo núna til dæmis vantar ekki talað 2000 störf að vanta að fylla í hátækni tölvugeiranum og hvað kallast það, hugverkageirinn, gleym alltaf þessu hugtaki. Og þá veltum maður fyrir sig, af hverju förum við ekki bara að sækja fólk? Það lítur að vera fullt af fólki alveg svo þegar vantar verkamönnum og maður geta fengið bara fólk í þetta. En þá er fyrst við þurfum að koma fólki í háskólann til að læra þetta, efla það. Og þá virðist vera eitthvað undirliggjandi meðvitund að við fáum ekki fólki í þessi störf utan frá og þá spyr maður sig líka, erum við samkeppnishæf í störfum menntaðs fólks? Erum við það? Erum við einfaldlega, fáum við ekki fólk hingað í okkar veruleika til að vinna þessi mjög svo spennandi störf sem í boði eru og mikil þörf, þið voru að tala um CCP og fleira uppbyggingu sem er í gangi og það æpir á vinnuafl. Í sjálfu bankahruninu þá tölvufólki sogaðist inn í það sem bankarnir hefði verið að taka til sín. Nákvæmlega, já. Fólk fekk mjög fljótt vinnu aftur í þeim geira. Já. En sko, það er annað í þessu og það er til dæmis, við sjáum að læknar eru til dæmis að flýja úr landi og sama tíma eru til dæmis uppi hugmyndir um það að fara að stofna sjúkrahús þar sem í rauninni verður keppt vinnuafl læknanna þar sem þeir fara kannski að
krukka í fólk sem kemur frá útlöndum til að sækja sér læknisþjónustu. Já, þarna gleymist líka svolítið hjá okkur umræðinu finnst mér að hvað við erum mörg í þessu landi og eins og umræðu þegar talað að þessi hætta á að verði tvöfalt heilbrigðiskerfi og að verði bara eitthvað bákn af einkareknu apparati. Ég velti fyrir mér hvað höfum margt fólk til að taka þátt í öllum þessum kerfum sem eiga að vera til. Já. Og varðandi læknana þá vil ég blaka þeim, ég teka fram að þeir eru ekki BHM og ég er ekki þeirra talsmaður. Nei. En ég kem úr þessum geira og það stundum svona sagt að fólk ef það vill ekki taka þátt hér í uppbyggingu þá geta það bara farið. Þetta er ekki heiðarlegt að flýja land í erfiðleikum. Nei. Og menn séu bara sækjast eftir peningum og í fyrsta lagi náttúrulega þú ert að fjármagna þitt nám sem kostaði ærið og í öðru lagi þá erum við í litlu landi og til að efla sérhæfingu og hafa hana þá finnst mér oft gleymast í sér læknaumræðu að þú ætlar að vera sérhæfur einhverju mjög sjaldgæfri aðferð á skurðaðgerðum til dæmis að þá hlýtur að vera mjög gott að komast þangað sem tilfellin eru fleiri og það hlýtur að vera okkur til eflingar og þess vegna myndi ég líka segja ef að koma þá fleiri sérhæfð tilfelli til Íslands þá hljótum við öll að njóta góðs. Þannig þér finnst það til bóta að þessi samkeppni komið fram? Já, mér finnst allavega ekki réttmætt gagnrýni á þegar sagt við verðum þá bara að mennta fleiri farið þegar fyrir betra, kemur stundu svona komment jafnvel frá stjórnmálafólki að það er bara mjög fínt að fólk getur fengið vinnu í útlöndum. Það er gríðarlegt tækifæri í heilsutengdri ferðaþjónustu, gríðarlegt tækifæri. Já. En svo annað sem hefur nú verið rætt, það er það, og mest af þessu BHM fólki það sem kallast millitekjufólk. Já. Og hvernig og það er verið að tala að það sé verið að kreista millitekjufólki svo mikið á Íslandi. Jú, þetta eru breiðu bökin, þau eru nú farin að mjólka svolítið. Og ég veit ekki alveg hvort að þetta kannski að standa í handbók háskólans. Þú gerir þig grein fyrir því að þú munt bera uppi velferðarkerfi þegar námi lýkur. Þetta er svona veruleiki sem að blasi við og svo sá það að vera. Þannig er þetta uppbyggt að vel launuð störf séu Já, en þetta er svona vel launuð og kannski ekki svo vel launuð. Nei, þau eru nefnilega þangað erum við náttúrulega komin núna og það hefur verið geysileg kyrrstaða og ég held að geti enginn sakað okkur að hafa ekki sýnt skilning í upphafi hruns þegar að við í raun og veru buðum í kringum stöðugleikasáttmálann bara núllaust. Já. Kjör sem við kallum, að við ætlum ekki að fara að taka til okkar einhverja prósentuhækkanir sem fara beint í skatta eða hvað þá nú er og þetta er orðið ansi langur tími samt. Já. Samningar hafa verið lausir eins og segja upp undir 2 ár. Já, og það er náttúrulega kannski ákveðin hætta sem við myndum tala að lífskjöpin dragist aftur úr hérna á Íslandi þannig að við verðum ekki samkeppnishæf varðandi fólk. Já, mér finnst að við þurfum að fókusera meira á breiddina á vinnumarkaði, breiddina í störfum, verðmætið í vinnumarkaðnum öllum og vaxtabroddana. Og líka frumkvæði fólks og ég held að það á svona tímum og maður hugsa bara eins og hjá hennu opinbera það sem allt er þrengt og allt er skorðað niður að það er afskaplega lítill sjóndeildarhringurinn hjá fagstéttum í dag þar sem þú raun og veru mönnunin er svo lítil að það er verið að setja undir leka allstaðar og launin þín hafa lækkað og gjöld hafa hækkað og þú þarft að sækja þér sí- og endurmenntun til að halda þér virkum og hvað segir maður, skapandi, gefandi að við erum með hættu ástand þarna í gangi að við erum að kæfa þetta. Já, erum það bara komin í eitthvað svona stimpiklökku? Já, það er nú eitt eins og bara varðandi kjara umhverfi háskólamanna að það sem að mér finnst við þurfum að endurskoða þar og það mætti gjarnan tilheyra einhverju svona alvöru nýju Íslandi að það væri að meta störf sérfræðimennara öðruvísi heldur en eftir viðverutíma þeirra og hversu marga undirmenn þeir hafa. Því við erum, eins og ég segi, við erum í vinnumannasamfélagi og það er þegar kemur að því að meta hvort að þú megi að fá framgang í starfi eða hærri laun segjum eða eitthvað slíkt og þá er ekkert spurt hvað hefur þú skrifað marga greinar eða hefur þú ítt þínu fæi áleiðis eða gert eitthvað. Þá kannski sagt ég kæri doktor í málvísindum má ekki bjóða þér að vera starfsmannastjóri. Og svo gagnrýna maður opinbera stjórnsýslu og hún sé eitthvað eða forstöðumenn í ríkisstofnunum að það sé einhver brotalöm í mannauðsstjórnun og öðru slíku þegar þú ferð að horfa á þá segir maður er sanngjarnt gefið. En þú ert í rauninni að kalla eftir bara dálítið öðruvísi atvinnustefnu. Mér þætti mjög gott að við færum að horfa á þetta sem alvöru vinnu líka. Ég er nú til dæmis innan okkar raða, þá erum við með hljómlistamenn og ýmsa aðra listamenn að þetta séu störf og þau séu virðisaukandi sem hefur nú komið á daginn að búið að vera að sýna skapandi geirinn en nú ekkert að
hanga neitt mikið á herðunum á öðrum kannski. Já. Þannig að já. Ég þakka fyrir að sitja hérna með mér ykkur þremur og þér Guðlaug fáum hérna Dag B. Eggertsson sóknaráætlun, það tengist nú þessu og svo Elías Pétursson hvernig svona þessa rússíbanareið sem að íslenska efnahagslífið hefur verið í gegnum tímann.